Já, við erum rætt svolítið mikið við byrjum að ræða leikskóla og svo fórum við að ræða börn og barnafjölskyldur og mér finnst þetta frjó og skemmtileg umræða og langar að halda því áfram. Og svo spyr ég stötu fólk hvernig ætti ég að tala við næst og þá segja flestir talaði við hana Sæunni og hún komin Sæunn Hjaltastur, velkomin. Þakka þér fyrir. Þetta þróast ekkert þannig að þetta byrjaði umræðan þegar foreldrar voru niður í Ráðhúsi að vilja fá meirihlutinn í borginni stæði við lofur sín og 12 mánaða börn kæmust inn í leikskóla. Og þá kemur svo í ljós að kannski það ekki alveg hægt vegna þess að kerfið hefur vaxið svolítið mikið hratt og gæti kannski ekki tekið við því. Svo komið líka sjónarmið að kannski það ekki það besta sem við gerum fyrir börn að setja þau 12 mánaða í leikskóla. Og með grunar að það sé kannski byrjunin sem ég ætti að spyrja þig Er það endilega það rétta sem að samfélagið myndi gera að búa til dagheimili og leikskóla fyrir 12 mánaða börn og yngri? Þannig að normi væri það að öll börn færu í leikskóla 12 mánaða. Nei, ég held að það sé reyndar ekki rétt stefna, en leikskóli og leikskóli er ekki það sama. Nei. Ef þú ætlar að setja 12 mánaða börn á leikskóla þá verður að búa miklu betur að þeim heldur en við gerum. Af því það sem börn þurfa fyrst og fremst það er tengslið aðra mannesku. Og ég hef talað fyrir því og ég held að hæfasta fólki til þess að sinna þessu hlutverki og það er vinnað annars börn. Það er oftast foreldrarnir og akkur við veljum þá ekki eða gefum þeim kost á ef þeir vilja það. Að mér finnst það verið orðin dálítið aðkallandi spurning. Akkur erum við að ráða að ókunnugt fólk til þess að sinna þessu starfið sem er ekki jafn fært það og foreldrarnir. Og það er alltaf, þessi peningaspursmál. Það er eins og þessi hugmynd, lítil börn að kosta litla peninga. En það er bara ranghugmynd. Því að alla rannsóknir sem að ég veit sem hafa verið framkvæmdar af UNICEF, James Heckman sem er Nóbelsverðlauna hagfræðingur, London School of Economics og meiri segja hagfræðingar íslenskir sem unnu farsældarlögunum hans Ásmundar Einars að þeir sýna fram á það að peningum sem þú verð í fyrstu árin að það fjármagn það skila sér langbesti samfélagsins aftur. Þannig því betur sem þú sinnir ungum börnum og fjölskyldnum þeirra því betur farnast þeim, því minni kostnaður setna meir bæði í mennta, velferðar og heilbrigðiskerfinu. Þetta er vitað. En ef að lausnin er ekki svo að hafa leikskóla, allavega ekki leikskóla eins og þeir eru núna, að þá ertu að tala að verja peningunum í því að bara bæta aðstöðu barnafjölskyldna? Já, ég held alveg við að hafa leikskóla áfram og gefa foreldrum kost á að, ég meina, sumir foreldra... Þeir sem að vilja og þurfa? Já, sumir... Eða svo er þetta foreldra sem að Kristín Tífirbendi á sem að í erfiðleikum með að sinna börnum sínum. Já, og ég meina, börnum er ekkit vel komið hjá foreldrunum sem að til dæmis líður illa eða leiðist með þeim og vilja freka verið vinnunni. Foreldrar geta oft sinnt sínu hlutverki miklu betur eða þeir fá að blanda þessu. Þannig að ég kalla eftir meiri sveigjanleika að þessi ekki allir stiftir í sama form, bara klukkan þetta, þá er börnin að fara í leikskóla. Og við erum ekkert að spáði hvernig leikskólanir eru. Það er svona ákveðin mýta í gangi á Íslandi að íslenski leikskólar eru góðir, punktur. Ég var alveg nöfðu að trúa því, eða ekki alveg nöfðu, maður trúði því svona upp á 1990, þá var mér byrjað að segja þetta við mig. Já. Ég ferðist Noreg og þá voru að vera að tala það að hvað íslenski leikskóla verið miklu betri inn í Noregi. Þetta hefur verið trúarbrögð og við hefum kannski þurft að trúa því að við hefum ekki, ég meina hverju eiga foreldrar, hvaða valkosti eiga foreldrar? Ef allir eru munstreðir í að setja börnin sinna á leikskóla þá verður auðvitað að trúa því þessu séu góðir. Og sumir eru það, en það eru það ekki allir. Og leikskóli verður aldrei betur heldur en fólki sem vinnur þar. Og við þurfum ekki bara mentað fólk. Það getur líka verið ómentað starfsfólk, þá auðvitað við mælum með fagmentun. En það verður að vera fólk sem hefur skilning á þörfum barna og getur þess að bregðast við þeim. Hvernig velur það fólk? Það er auðvitað vandi og þú verður að hafa þekkinguna sjálfur. Ég meina, ég held að leikskólastjórar séu ágætlega í stakk búin til þess, en það er bara svo mikil pressa á það. Þeir verða að taka alla. Ég meina, það... Þannig að það er svo erfitt að manna. Það er svo erfitt að manna. Það er bara fegin að veikulappar inn um hurðina. Já, það eru engar, eða mjög litla kröfur gerða til þess að fá vinna á leikskóla. Allt og litlar. Svo er álagi mikið, þannig að góðu starfsmaður í Hittifirða getur verið orðin bugaður í dag.
og fyrir utan það að margir notar leikskóla svona að því þú getur alltaf fengið vinnu þar meðan þú býður eftir betra starfi, betur launuðu sérstaklega, ekki endilega áhugaverður eða skemmtilegra, en betur launuðu og þetta fyrirkomulag er náttúrulega algjörlega galið fyrir ungbönn að það sé einn, þú veist, börn þurfa samfellu í tengslum, þau þurfa að upplifa öryggi og það gerðu þau ekki með nýjum starfsmanni. Leikskólan er eitt, en síðan ef foreldrarnir eiga að hafa val að vera heima hjá börnunum, að þá þurfum við að hafa ykkur tekjur. Já, og þess vegna held ég að það sé mjög brýnt að lengja fæðingarorlofið og ég hef lagt það til að meðan við erum að bíða eftir að það verði lengt, af því auðvitað verður að lengt, það er bara spurning hvenær og auðvitað finnst mér þetta ekki gerast nógu hratt. En þá hef ég lagt það til að foreldrar fá að nýta það fjármagn sem fyrir að greiða niður leikskólaplásið til þess að þeir fái það. Og hérna þá hafi stundu verið sagt, nei, er þetta ekki bara fátækara gildra, er þetta ekki alveg hræðileg hugmynd? Það borga konunum fyrir að vera heima. Þannig var svarað svoleiðstillögum í kringu 1990. Ég veit það og það sem að var held ég þá, það í fyrsta lagi það var verið að tala svo lágar fjárhæðir, þetta var algjör almusa. Og í öðru lagi, ég fagnaði mjög, mér finnst umræðan vera að breytast, þetta er ekki lengur bara það að fara að senda konundar heima heimilin. Og það var einmitt mjög áhugavert að sjá núna þegar þetta gerist í Ráðhúsinu og það verið að tala við foreldra, það voru ekki síður feður. Feður eru heima með börnin síðan, þeir vilja taka þátt í uppeldi barnanna sína. Sumir feður? Margir feður. Mjög margir feður og ég held að það sé vaxandi fjöldi sem vill það. Og það er þangað sem við höfum að stefna og hætta að vera að tala alltaf um konurnar eða mömmunar. Þetta eru foreldrar og feður bæði bera ábyrgð og þeir vilja vera þáttakendur. Einhver sagði hér að þetta verði líka fjárfesting í þroska karlmanna að þau fengi að vera meira með börnum sínum. Já, alveg. Þú fengi betra samfélag, þau fengi skárri kalla á því. Engin spurning. Ég veit ekki hvort að, já, ég meina það er bara það sem ég heyri. Ég vinn mjög mikið með ungum foreldrum og þetta og bæði mín reynsla og líka rannsóknir sína að pappar sem eru með börnunum sínum nýfættum og til að byrja með, það verða miklu sterkari tengsl við þau, þeir kynnast þeim á annan hátt og við það að kynnast ungbörnu og læra að setja þarfir þess fram fyrir þínar eigin, ég held að það sé mjög þroskandi. Og verður skárri manneskja? Já, verður örugglega betri manneskja. Betri leikskóla sem er alltaf miklu dýrari. Þannig þú ert að tala um tvöfaldan kostnað. Já. Fleiri kennarar eða starfsmenn á barn. Við verðum líka að rekna út meira rými. Hversu dýrt það er að gera þetta ekki. En við erum að tala um svona eins og tvöfald meiri kostnað. Já. Við erum ekki að tala um eitthvað svona aðeins meira. Nei, en það var gerð rannsókn hjá LSI fyrir nokkur á London School of Economics og þeir tölum, ef við heimferðum þær tölur yfir á Ísland, að við þyrftum að setja, ég man ekki 230 milljónir í ákveðin málaflokk á ári til þess að spara 7 milljarða. Sparnaðurinn er gríðarlegur. Hvað kemur það fram? Hann kemur fram í mennta, heilbrigðis og félagsmálakerfinu. Og hann kemur fram bæði vegna foreldrana, því að við erum að tala um stuðning við foreldra. Þannig að lítið barn sem fæðist, það á allt sitt undir foreldrunum. Ef á foreldrunum líður ekki vel, þá mun þessu barn ekki líða neitt sérstaklega vel. Þannig við verðum að styðja við foreldra. Og með því að styðja við þá eflum við bæði þá og heilsu barnsins, bæði andlega og líkamlega. Og styðja við foreldra, hvað er það? Er það að hækka barnabætur? Nei, það er ekki, fátækt er örugglega kannski alvarlegasta vandamáli, þannig við þurfum auðvitað að styðja við þá og það er til dæmis alveg, mér finnst það algjörn hneisa, ég er bara nýbúin að átta mig á því að það er til eitthvað sem heitir fæðingarstyrkur sem er ekki fæðingarorlof og það er fyrir fátækustu foreldrana, það er fyrir þá sem eru námsmenn og eru minni en 25% starfi. Þeir fá 80.000 krónur á mánuði. Þannig að þeir fá ekki fæðingarorlof. Þeir fá ekki fæðingarorlof, þeir fá fæðingarstyrk. Og á hverju bitnar þetta? Börnunum þeirra. Það náttúrulega er ekki hægt að lifa með 80.000 krónur. Nei, og ég hef verið með í viðtölum foreldrar sem er í námi sem er alveg að fara yfir streitu hvort þeir náu prófunum af því að ef þau ná ekki prófunum þá fá þau ekki einu sinni fæðingarstyrk. Og þá falla námslóðin. Já. Þannig að við erum að búa til alveg óbáslega streitu hjá ungum foreldrum.
En sko auðvitað skiptir, ég meina það skiptir öllu máli að hafa húsnæði og eiga í sig og á og geta séð fyrir sér. En þar fyrir utan þá þurfa foreldrar alls konar stuðning. Þeir geta þurft fræðslu, þeir geta þurft bara mjög praktískan stuðningin á heimilið, annarkvort frá fjölskyldunum sinni eða ef að það er einhverju fjölskyldu til að dreifa, þá þurfa að hafa kerfi sem að grípa röndinni. Er það þannig svona eins og heimilishjálp? Já, hjálp með barnið, ég meina einstæðir foreldrar og innflytjendur sem er eigingafjölskyldur hérna og eru með lítið barn sem að kannski grætur og sefur lítið, það er bara beinlega hættulega aðstæða. Þannig að við getum þurft þannig stuðning, en við getum líka þurft meðferð, samtalsmeðferð. Og það er það sem ég er meitt vinn við að veita foreldrum sem að líður illa í barneignarferlinu. Sem er bara styðja þau í gegnum þetta tímabil eða ferli eða hvað svo vilt kalla það. Já, að því líka sko fæðingaferlið eða það að ganga með barn og eignast barn, þetta er tímabil svo gríðarlega mikilla breytinga og breytingar geta kallað orðið eins og trigger á alls konar erfiðar breytingar sem þú gengið gegnum áður á æfinni, alls konar áföll. Og þegar ég tala um áföll þá er þetta kannski eitthvað sem fólk hefur aldrei skilgreint sem áföll. Þannig þú kemur til minn og ég byrðum að segja frá og þú segir, það hefur aldrei gert neitt hjá mér, ég hef aldrei lent í neinu. En svo fyrir við að tala saman og ég heyri söguna þá auðvitað er ýmislegt. En þú ert ekki búin að skilgreina það sem áfall og þess vegna hefur aldrei unni með það. Er það vegna þess að fólk skilgreinir áfall ofta eitthvað atburð sem hefur gerst fyrir ekki trámað sem að þú ert að glíma með sem er langvarandi? Og það er oft verið að horfa á svona atburði eins og kynferði eða ofbeldi eða Vesturlandi náttúruhamförum eða bílslys eða einhverju. En ósýnilegu áföllin, það eru áföllin sem gerast í tengslum, ekki síst við foreldrana. Það sem að annarkvort svona í grófum dráttum að góðir hlutir gerast ekki eða vondir hlutir gerast. Og það er ofta þetta að góðir hlutir gerast ekki, það er svo ósýnilegt. Foreldri er ekki til staðar. Það er ekki til staðar, það sinnir þér ekki, það hefur ekki áhuga á þér, það hefur ekki gaman að þér. Og flytst á milli kynslóða þá? Ef það er ekki unnum að það, þá er það hættan. Og við erum ekki nema hluta meðvituð sko áhrif foreldra okkar á okkur nema við skoðum það og það er ekki fyrir við skoðum það og verðum meðvituð það sem við getum breytt í. Er ég að tala um skatta en eftir þá erum við að tala um leikskólana erum við að tala um miklu meiri peninga í það. Miklu meiri. Fæðingarorlofið, miklu meiri peninga í það. Stuðningskerfi fyrir foreldra hvaða lengi þá hvernig barnið er 2 ára? Allavega. Jafnvel lengur. Já. Svo erum við líklega að tala um sveigjanlegri vinnumarkað þannig að það sé ekki annars vegar fæðingarorlof og svo er bara full vinna. Nei. Því að barnið getur ekki byrjað í 9 klukkustunda leikskóla. Þannig að við erum að tala bara byltingu það, hvernig við horfum á stuðning við börn og barnafjölskyldur. Já, og ég held að verðum að setja okkur við það að börn eru truflandi. Það er truflandi að eignast barn, bæði fyrir foreldrana og fyrir samfélagið. Og við verðum að fara að leyfa þeim að trufla og veita þá þeim og fjölskyldunum þeirra meiri stuðning af því að þetta kemur bara í baki á okkur setna miklu dýrara. En að fóra þetta svona þessu truflandi, finnst þér eins og að við viljum bara ekki tæra af þeim með það? Já, börn eiga svolítið, þau eiga ekki vera fyrir og ég var til dæmis með foreldrar á námskeið núna í vikunni og þau segja að það er voðalega erfitt fólki, atvinnureikendur finnst þetta mjög mikið vesen að þurfa að vera að gefa okkur frí út af þessu. En jú, það er vesen, en ef þú gerir það ekki, hvað gerist þá? Börn, þau taka pláss, þau kosta pening, þau hafa hátt. Og ég held að barnvænt samfélag myndi hafa meira þol fyrir því heldur en við höfum. Og þá er þetta að tala um eins og að fyrirtæki átti sig á því að launafólkið eru fjölskyldur. Já. Þau kom ekki bara úr einhverjum, þú geymir það ekki í kassa á milli. Þú tekur það ekki út úr skáp, þau lifa lífi og það er vissulega truflum þegar að börnin þeirra eru veik og þau þurfa að fá frí. En með því að hafa meiri sveigjanleika og koma til móts við það, þá er ég alveg vissum að það myndi skila sér í meiri vinnugleði. Áttu rannsóknir sem sína það líka fyrir þá? Ég er ekki með þeirra taktinum, en það er ekki ólíklegt, já. Og bara maður hefur heyrt, ég hef heyrt fyrirtæki, velstöndu fyrirtæki eins og banka í Skotlandi sem að einmitt leggja sér fram lengra fæðingarorlof og sveigjanlegri vinnutíma, að þið bara vita að þið fá glaðari og betri vinnukraft tilbaka.
Þú hefur verið að tala þetta í langa tíma, ekki? Jú. Og við hverju er þetta að tala þetta? Ég náttúrulega voðalega mikið að tala fólk sem sammála mér. Það erfiðar að ná til hinna. Og hverjir eru það sem sammálaðir? Það er náttúrulega... Fólk sem er vinna í fæinu, svo sagt? Já, ég var nú að tala hjá félagi leikskólakennara bara núna í síðustu viku og ég fekk mjög góðar undirtektir þar. Ég skil það. Já, en það er ekkit, já. En er þessi umræða bara lokuð þar inni eitthvað þeina? Nei, ég gaf nú bók 2009 sem heitir Árans Mengimann og þá fekk ég alveg rosa svona, það var mikið viðnám og fólki fannst þetta mjög óþægilegt og ég fekk svona spurningar ætlar bara að fara að koma inn samvinskupið og foreldrum og allt þetta. Það er rosalega mikil breyting síðan þá. Fólk er miklu meira að tala þetta og þá fekk ég með þetta, viltu bara konurnar, fari aftur inn á heimilinn og ég heyri það ekki mikið í dag. Hvað heldur að við breyst? Ég held að það komin yngri kynslóð sem að hugsa hlutinu svolítið öðruvísi. Ungir kallmenn eru miklu virkari feður svona í það heila held ég, heldur en þeir voru. Ég held að það hefur breyst. Og það er líka, foreldrar eru meira farnir að leyfa sér núna, 2009 þá fekk ég ofta heyra ég man sérstaklega einn kona sagði, eða svo fyrsta, hún sagði, mér finnst þú að hafa gefið mér leyfi til þess að vilja vera heim hjá barninu mínu. Það var alltaf tabú. Þú varst einhvern veginn ekki svona, þú varst alltaf annars flokks við þú vildir bara vera heima með barninu þínu. Og eitt af því sem það líka breytast, að það eru þeir foreldrar sem kjósa að vera heima, að það sé, það er alveg vísir af því að gerast til dæmis með fjölskyldulandi og fleiri svona stöðum, að þeir hafa einhvern samastað til þess að hittast. Það er rosalega einmannalegt að vera heima með lítið barn allan daginn. Mömmumótnar voru til? Já, það bara er ekki nóg. Það þarf meira. Það þarf að vera einhver samastæðar sem foreldrar getur komið. Almanna rými þar sem maður getur komið með... Komið börnin og fjölskylduland er með vísir af því. Þar sem getur komið börnin og þau getur leikið sér, þau getur hitt aðra foreldra, fengið fræðslu. Það þarf að búa til samfélag fyrir þessa foreldra. Þannig að þeir sé ekki einir bara hver í sínu húsi að Ég talaði við formann í 5 fyrstu sem ég held að séu samtök sem að vilja orðið til út af bókinni þinni. Ég held að. Og mér fannst það að vera eins og væri svona degla í félaginu að það hefði verið svona vitundavakningafélag það fekk ég athygli á þessu. En nú væri eiginlega svona fæðast hjá þeim svona að vilja gera kröfur ákveðnar breytingar. Sem mér finnst alveg frábært. Já. Það vantar kannski svona fjölskyldusamband Íslands til þess að gera kröfur. Já, og svo er annað að ég meina þú ert með ung börn í stuttan tíma. Og svo kannski eru þau orðin 5 ára, þá snýrðu þeir einhverju öðru. Já, þetta er eins og vandamálið með félagssjúklinga, það er fólk bara annarkoð deyrða eða næssir og það er enginn í félaginu. Nei, einmitt. Þannig að það vantar eitthvað svona fjölskyldufélag. Já, ég meina þau eru náttúrulega alveg rosalega kraftmikil og dugleg, þetta er ungt fólk sem er virkilega að láta til sín taka og þarna í fyrstu 5 og vonandi á það eftir bara... Þetta er náttúrulega fólk sem hefur ótrúlega mikið að gera því að þau eru í vinnu og þau þurfa að sofa og þau þurfa að stunda félagslíf og þau þurfa að rekta sjálfa sig og svo hafa þau vantar tímar fyrir börnin og það er eiginlega vandamál barnafjölskylduna að þau lifa í einhvern veginn í svona strúktúr það sem er ekki gert ráð fyrir plássinu sem að barnið tekur. Nei. Það er að segja, börn mega helst ekki taka mikið pláss, helst ekki sjást mikið, ekki heyrast. Það er eiginlega að forma þessar kröfur að börnin fá að vera til. Já. Eða foreldrarnir þurfi ekki að ganga á, en svo oftast held ég að sé. Þú getur gengið á vinnuna þína, en þá grefur undan framfærslunin eða kemur ekki á móti. Já. Þú getur gengið á svefnin og þá gengur frá heilsuninni, eða þú gengur frá félagslífinu og þá gengur á þig sem bara þroskaðinn sem manneskju. Akkurat. Það þarf að finna jafnvægi milli alls þessa. Já, við þurfum að finna leið til þess að hefja það bara. Já, og ég bara þakka þér fyrir að vekja svona góða athygli á þessu og fá allt þetta fólki viðtöl þetta. Já. Það er líka liður í því að sem að mér svona einmitt verið í gangi það er svona vitundavakning. Þannig að allt hjálpar og þessi viðtöl þín líka. Já, ég vona að koma ykkur út úr þessu. Þess vegna heitir þetta rauðaborðið af því að hugmyndin er svo að við sem að ræða eitthvað og getum eitthvað úr þessu, þannig að við erum ekki bara í það að segja fréttir Já, akkurat. Já. Þakka kærlega fyrir að koma. Já, takk sömuleiðis. Gaman að tala við þig. Og hér á eftir ætlum við að tala það sem allir elska sem eru skattar.